Já, verið velkomin góður áhorfendur á beina útsendingu Káa TV frá leik Þróttar og Káa hér í 5. umferð grill 66 deildar karla í handboltanum. Hér erum við mættir í Laugardalshöll. Erum vel mannaðir að þessu sinni Káa TV. Erum með Óskar Helga Adamsson á myndavélinni, Stefán Jóhansson sér útsendingu og sjálfur heiti Ágúst Stefánsson og mun lýsa fyrir ykkur í dag. Við erum að kynna lið heimamanna eins og Skulum kíkja á þá. Í markinu eru Halldór Rúnarsson og Haukur Jónsson. Úti leikmenn eru svo Viktor Jóhansson, Sigurbjörn Bernhard Eðvarsson, Sævar Ingi Eðsson, Óttar Filip Pétursson, Ragnar Þór Kjartansson, Magnús Öður Einarsson, Helgi Karl Guðjónsson, Ólafur Guðni Eiríksson, Axel Sveinsson, Aron Valur Jóhansson, Þröstur Bjarkarsson, Styrmi Sigurðarsson og þjálfari þeirra Róbert Sighvatsson. Sjáum að í dag vantar þá Kristján Karlsson og Aron Heiðar Guðmundsson og það þetta skarð fyrir skildi hjá heimamönnum. En skulum renna yfir okkar lið. Hér það komið á skjáin. Markmenn í dag eru Jóhann Kukubat og Svavar Sigmundsson. Úti leikmenn eru Andri Snær Stefánsson fyrirliði, Dagur Gautason, Hreinn Þór Hauksson, Kristján Garðarsson, Elvar Haldarsson, Áki Egilsteinn sem mættur aftur eftir meiðsli, Sigþór Gunnar Jónsson, Heimir Örn Árnason, Daði Jónsson, Jón Heiðar Sigurðsson, Sigþór Árni Heimisson, Jóhann Einarsson og þjálfari að sjálfsögðu Stefán Árnason. Dómarar í dag eru Bjarki Bóasson og Bóas Börkur Bóasson. Gaman að segja frá því að stuttu fyrir leik þá gaf HSÍ það út að það búið að dæma Káa 10-0 sigur í Akureyrarslagnum sem fór fram daginn. Fór 20-20 þessi frábæri leikur en vegna einhver kliks á Akureyringum þá hefur okkur verið dæmt 10 marka sigur 10-0 og erum við því á toppi deildara með fullt úr stiga. En hér þetta verður hörkuleikur í dag. Þróttararnir þeir töpuðu fyrsta leiknum sínum mjög tæpt gegn HK 24-23 en hafa síðan unnið næstu 3 leiki og eru því komnir á skrið. Unnu Val 20-24 á útivelli. IBFU lögðu þeir mjög samfærandi hér í Laugardalshöll 33-24 og unnu einsmarks sigur á Mílunni á Selfossi. Þetta er þeirra annar heimaleikur og eins og segi þeir unnu stórkostlega 9 marka sigur á IBFU hérna fyrr á tímabilinu og við munum búast við hörkuleik. Sjáum að Þróttarar munu byrja með boltann. Þurfum aðeins að bíða eftir að verði flautaður á hérna leikurinn. Það er eitthvað að yfirfara mark okkar Káamanna. En já, eins og segi, við erum á toppnum með fullt úr stiga og leiðist það svona ekki. Stefnum að sjálfsögðu á að halda því áfram hérna. Og þá erum við komin að stað. Heimamenn koma að stað í fyrstu sóttina. Mikil uppbygging hjá Þrótturunum í gangi. Það er ekkert langt síðan þeir byrjuðu aftur með liði í handboltanum og eru nú til mikils líklegir hér í vetur. Það væri ótrúlega sterkt að ná 2 stigum hér í dag. Skot hér sem að sýndist hreinsi vegja hávartinni. Guldspjald á Áka. Áki fær guldspjald. Braut þarna á Styrmi Sigurðarssoni í skyttu. Styrmi kemur aftur á þetta og reynir að finna reynina, gengur ekki en þeir ná frákastinu og þessi leikur í netið. Axel Sveinsson skora fyrsta mark leiksins og Þróttarar komnir í 1-0. Já, þetta var smá hettistippill yfir þessu. Reyndu línusendingu, boltinn laus og Axel náði boltanum aftur og skoraði eftir viðkomu hjá Jóhann í boltan. En þá er fyrsta sókn okkar manna. Jón Heiðar keyrir á þetta. Jón Heiðar átti frábæran leik gegn Akureyri í síðustu umferð.
Vonum að hann haldi því áfram hér. Kemur Hreinsi út. Og Áki. Já. Áki með þrumuskot og skorar. Eins og við höfum saknað Áka í síðustu leikjum, en þó ekki meira það, við erum ennþá fullt að stiga. Vel gert. Sigurbjörn Bernharð þarna harður af sér og síðan Dagur Gautason fá guldspjald. Smá stærðarmunur á þeim tveimur, en Dagsi gerði vel, náðu að stoppa þetta á endanum. Þá góð stimplun hjá þeim, náðu þetta ekki að opna hornið og þeir þurfa að byrja upp á nýtt í stimpluninni. Hörku skot sem að Jóhann ver. Óttar Filip með flott skot, en Jóhann vel á verkið hérna og reynir Óttar, kemur aftur á þetta. Gengur ekkert að finna hornið, en þessi netinu. Frábært skot af gólfinu frá Sigurbirni og Þróttarar leiða því 2-1. Með ekki sagt að sé þéttsettin Laugardalsvöllinn á þessu sinni, sem synd. En það þetta toppleikur hér í Grill 66-deildinni. Áki kemur á þetta, Finn. Hélt hann alltaf að setja inn í hornið þarna, hann hætti við. Það uppkastið. Áfram með sókn okkar manna. Jóniða kemur á þetta, Finnur Hreins á línunni. Aukakasta. Þannig vera svolítið inn í teg, en það var bara aukakast. Áki á þetta, höndin uppi. Áki með skot sem varið. Halldór Rúnarsson í markinu, Vesett skot en Jóhann svarar á móti. Jóhann kom með 2 skot varinn og Jón setur hann í hornið Dagsi. Það varið frá honum. Halldór tekur sitt annað skot. Staðið því enn 2-1 fyrir heimamenn. Stoppuðu tíman aðeins. Dagur kemur eitthvað út af. Horfum við einhverjum hjaski hérna. Það er lent illa. Þá kemur Daði í vörðina, Daði Jónsson. Ótrúlega öflugur strákur. Og þá það Andri Snær sem fremstur í 3-2-1 vörn okkar manna. Þeir leita línunni, gengur ekki, hann bolti fyrir hornið en Jóhann ver og Hreinsin boltanum. Jóhann búinn að taka sér 3. skot. Heimir Örn, setur hann í Jón Heiðar. Jón Heiðar að komast í gegn. Brotið á honum. Setjubylgjan gekk ekki alveg upp þarna, en aukastir okkar og við höldum þessu áfram. Já. Eins og við sjáum á skjánum þá komið 3,5 mínútur sem við skorum, en Daði lítur að breyta því hérna, já. Daði náði þetta boltanum eftir frákast og kláraði vel í hægra horninu. Kringlaði þetta vel upp á sig. Og staðan orðin 2-2. Og við endum þessa markaþurr þarna. Hvað gera Þróttarar þá? Óttar kemur á þetta. Áfram með spilið eina svolítið að finna þetta hægra megin. Og það gengur þessu sinni. Staðan orðið 3-2. Við erum í smá vandræðum með hann Sigurbjörn í skittunni hérna hægra megin. Hann að skora sitt annað mark í dag. Andri kemur á þetta. Liggur eftir. Veit ekki alveg.
Það hefði eitthvað snúið sig. Já, þetta lítur svolítið út að hann hafi snúið sig. Andri hefur nú lent í því nokkur sinnum á sínu ferli. En hann heldur áfram. Ekki gott ef að Andri að fara í einhver meiðsli. En eins og grótarður heldur áfram. Áfram með sóknina. Jóniðar á Áka, Áki upp. Jói. Boltinn heldur á okkur. Og hér koma Þróttararnir í sókn. Óttar á þetta. Já, glæsilegt til Áka, stilur boltanum. Hann með Daða með sér og hann finnur hann. Og Daði. Já, hann vippar þetta vel. Skorar. Gult spjald á loft. Það hann Sigurbjörn Bernharð sem fær gult spjald. Staðan því 3-3, rétt rúmar 7 mínútur liðin á þessu leik. Þetta fer vel af stað, myndi ég segja. Hörkuleikur. Við í KT viljum alltaf sína hörkuleiki, það það sem við viljum gera. Hvað gerist hérna? Daði gerir vel, stoppa Sigurbjörn. Óttar kemur það aftur á miðjuna, stillir þessu upp. Styrmir leysir inn og kemur svo út aftur, öfum megin. Fær þetta boltan og kemur sér í gegn. Jóhann ver, en þetta vítakast, það hárrétt dómur. Jóhann með sitt 4. varðaskot hér í dag, en þetta var klárt vítakast, ekki nokkur spurning. Það er eitthvað að þurrka boltan. Já. Jæja, Viktor Jóhannsson gerir sig kláran í að taka vítakastið. Jóhann að sjálfsögðu klár í markinu. Hér kemur vítið. Já, hann skorar að öryggi. Og áfram halda Þróttarar að leiða hennar leik. Það er búið að vera jafnt þó á öllum tölum. Jæja. Og kemur Jóniðar, setur hann Áka, Áki með gólskot og það gerir leikurinn hérna. Annar mark Áka í dag, staðan er 4-4. Óttar á þetta, Andri stoppar hann, áfram heldur samt boltinn. Þá prófar þetta og byggja upp sóknina nýju. Flott vörn hjá okkar mönnum hérna. Andri les Óttar vel hérna og frábæri vörn hjá Hreinsa. Ragnar Þór sótti á Hreinsa en Hreinsi ótrúlega öflugur og hann kom sko ekki löndir strönd hérna. Kemur Styrmir á miðuna, Óttar setur boltan til hliðar. Ragnar Þór, þetta er... Aha, afsakið þetta, ég held að þetta væri ruðningur en það var þetta augkast. Ragnar svolítið. Já, brotlegur hérna en það slapp með þetta. Höndin er uppi, kemur hann. Flott vörn hjá Hreinsa. Höndin uppi, þessi bara búin einsending. Reiknaði með. En það styttist í skot. Óttar setur hann á Ragnar. Já, boltinn stendur á þeim, hárrétt, ekkert að gerast. Þá komum við í sóknina, getur náð fórustinni fyrsta skipti í leiknum. Áki skorar, breyst í gegn og skorar að miklu harðfylgi. Magnað að fá Áka aftur inn í liðið eftir meiðsli.
Og já, staðan er 4-5 fyrir okkur. Fyrsta skipti í þessu leik sem við erum komin yfir. Kemur Ragnar á þetta. Bolt dæmdur af heimamönnum. Það er óluleg blokkering sýnist mér og Daði kemur á þetta. Ekki skref en vel varið hjá Halldór í markinu. En frákastið okkar og við fáum því annan séns á að komast í 2 marka forskot. Já, Halldór mega það, hann gerði virkilega vel í að verja þetta. Hann var algjör dauð að fara í á Daða. Kemur Andri, Jón Heiðar og Andra aftur. Andri snýr við. Það var sko þrítekka Kristján Garðarsson á línunni. Oftast kallaður KG. En áfram heldur sóknin okkar. Jói á Jón Heiðar. Jón Heiðar kemst ekki. Þarna, höndin er uppi. Höndin er uppi. Daði leysir inn, Áki upp. Missendur sending og kemur hraðalöp hjá Rotturum. Og glæsilegur Jóhann. Jóhann verður þetta frá Viktori. Þá komum við hratt á þetta. Áki með sendingu Andra, ekki opnað. Og þá er Kristján okkar dæmdur brotlegur á línunni. Ágætist tilraun hjá Ákarinn að senda boltanna yfir í hornið á Andra en það var ekki opnun. Og KG er svo brotlegur. Já, þá leggja heimamenn á stað í sóknina hérna. Uppkast. Bara tjánum fresti á línunni. Fyrstur er frekar. Fyrir ekki, þetta er Magnús, ég fór þetta línu veitt. Lítið að gerist þessari sókn og Daði kastar saman bolta á styrrunum. Jón Heiðar sendur hann Heimi, hvað gerir Heimir? Róar þetta. Jón Heiðar kemur á þetta. Ok, hárétt. Það var ekki engin opnun þarna. Betur að slaka á. Og stilla upp í sókn. Kemur Elvar Halldórsson í vinstriskeytuna. Elli átti fína leik gegn Akureyri í sísta leik, skoraði 3 mörk eða maður rétt. Þá kemur Áki upp. En Halldór við frá honum. Halldór Rúnarsson eiga flottan leik í marki heimamanna. Og hvað gerist hér? Hörku skot framhjá en brot hjá honum Styrmi. Styrmi Sigurðarsson í vinstriskeyttunni, búið að fara mikið fyrir honum, þó ekki búinn að skora. Við mega það, við erum að spila flotta 3-2-1 vörn. Ég er svo viss um það að Kavalía bara ætti að vera betra þegar líður á veturinn. Ungt og ferslið. Þá kemur brotið á Styrmið hérna. Ekkert spjald á loft, ég bjóst við spjaldið hérna. Þá kemur Styrmir. Þetta er skotið yfir en brotið á honum. Finn ekki miklar opnanir á þessari vörn hjá okkur. Það styttist í hendinni, já, þetta kemur höndin. Styrmir setur hann yfir á Óttar með hörku skot eftir í netinu. 5-5, Óttar með sitt fyrsta mark í þessum leik. Nú uppalinn Víkingur en hefur spilað með Þrótti síðustu ár. Óttar. Þá fáum við hann Sissa á miðuna. Sigþór Árna Heimisson. Fáum við kannski aðeins öðru ógnun í okkar sóknarleik.
Sissi kemur á þetta, finnur Andra og Andri setur hann af öryggi í ferhóttni, stöngininn. Staðan er 6-5. Sissi var ekki lengi að stimpla sinni í þetta. Gerði virkilega vel hérna í að sækja hotnamannina í sig og láta hann detta á Andra sem gerði vel í að klára þetta. 6-5. Daði nær að stoppa Styrmi á endanum. En Styrmir er lunginn, má eiga það. Kemur Óttar á þetta, setur hann í hotnið og þetta er dauðafæri sem að Viktor nýtir að sjálfsögðu. Virkilega vel spilað þróttur um hana. 6-6 staðan, það er áfram bara jafnt á öllum tölum. Eins og segi, Þróttar að vinna síðustu 3 leiki sinni í deildinni. Mikið undir fyrir það og geta jafnað okkur að stigum með því að ná sigri í dag. Og kemur Elvar Halldórsson með áhugaverð skot sem er varið, en Daði nær frákastinu og skorar. Daði Jónsson og skorar sitt 3. mark. Magnaður í hægra horninu. Hann er nú upplagið línumaður, hann Daði. Eða kannski öll heldur bara alveg varnarmaður, en er að leysa hægra hornið stakri snilld. Já, það hérna sækja þér á þetta Þróttararnir. Óttar setur hann á Styrmi og Styrmir. Vel spilað, glæsilegt mark. Axel nýtti þetta. Þetta var virkilega góð flétta hjá Þrótturunum. Og staðan er 7-7, eins og segir. Það er jafnt á öllum tölum hérna. Þá skipta Sissi og Ellið. Áhugaverður varnarleikur þarna hjá Sigbirni. Áki upp, finnur Sissa, Sissi. 2 mínútur. Fyrsta brotti sem leiksins. Það er hann Axel Sveinsson fyrir 2 mínútur. Fyrsta brotti sem dagsins. Nú er vonandi að við nýtum okkur það. Við gengið upp og ofan að nýta. Það var einu fleiri til þessa í vetur. En þarna gerum við virkilega vel nema að Elvar Halldórsson náði ekki að nýta þetta. Halldór Rúnarsson í marki Þróttara. Eiga virkilega góðan leik. Því koma þeir heimamenn í sóknina einu færri og geta náð fórustuna ný. Setja ekki aukamann í sóknina. Svona old school. Hvað gera þeir hérna? Jóhann tekur hennar bolta. Skot frá Styrmi með varið. Þá komum við í setjumyrkina, hratt á þetta. Erum einu fleiri, nýtum okkur það. Elli fann ekki hotnið. Áki setur hann yfir. Andri var hugsalega út af hana en setur ekki málið. Hann skorar. Andri setur hann undir. Haldar í markinu. Ég segi alveg svo að Andri stóð nú alveg mjög. Hann stóð allavega á línunni. En þeir Bjarki og Bóas setja ekki út af þetta. Og markið stendur. Og Káa því aftur komið yfir 7-8. Daði út í Óttar. Spila mjög framalega núna. Það eru styttist í að maðurinn kom inn hjá Þrótturum. Flott vörn. Áki klári í slæðin hérna. Og þá er hann að koma inn aftur. Höndin er uppi. Styrmi með skot sem að Jóhann ver.
7. skotið hjá Jóvan í dag. Virkilega öflugur í rammanum. Hér kemur Elvar ákveða á þetta, kemur Áki út af og Sigþór Gunnar Jónsson kemur inn að fyrsta skipti í dag og Elvar Halldórsson fer þá yfir í hægri skiptuna. Þá fer þetta stað hjá okkur. Sissi kominn, Sigþór Gunnar kominn á miðjuna, hann situr hann að Sissa og Sissi með undrata skot en það í vörnina og auðvelt fyrir Halldór að taka hann bolta upp. Andri við það stelur sér bolta, gengur ekki og áfram heldur sókþróttara. Komst í boltan að Andri en náði ekki hand saman. Þröstur komin hérna í hægri skiptuna hjá heimamönnum. Þröstur Bjarkarsson. Hann leysir hérna inn á línuna. Það gerir Óttar brotið á honum. Ekki öfunnsvert að vera að sækja hérna á Daða og hreinsa í vörn okkar. Sigþór Gunnar gerir vel að stoppar Magnús Öðar. Höndin komin upp. Reyna að finna línuna. Óttar hornið en Jóvan gerir glæsilega verðan frá Sævar Inga. Þá þurfum við að refsa, hann ennþá leiðin tilbaka Sævar. Sissi kemur hann í hornið. Andri setur hann framhjá. Það ætlar að ganga ansi erfiðlega að fá 2 marka forskot inn í leik. 7,5 mínúta eftir af fyrri hálfleik. Staðan Þróttur 7, KA 8. Ekki mikið skorað. Maður gæti svo kannski búist við því samt. Það gerir Óttar hérna. Hörkuskot sem hann leggur hérna upp. Þröstur með sitt fyrsta mark í dag, Þröstur Bjarkarsson. Og jafnan metin í 8-8. Já. Þetta er sem frekar rólegur leikur en mikil spenna í þessu. Kemur vel Sigþór Gunnar með skot í stöngina. Góð opnun hérna en náðum ekki þetta. Mísandi sendingi á heimamönnum, ekkert dæmt á þetta og Andri Snær setur hann á KG og KG skorar. Kristján Garðarsson með sitt fyrsta mark í dag. Og gult spjald á sínur að Sævar Ingi sem fekk gult spjald. Og aftur erum við komnir yfir. Þetta allt opið, enn og aftur frábæri varsla hjá Jóvan. Magnús Öðar kom sér þetta vel í gegn en Jóvan Kúkubæt með sitt 8. skot í dag. Dagsitt klokkar hérna. Við erum ekkert að tvínuna við þetta. Þröstur með sitt annað mark. Jafnar í 9-9. Dagur Gutarsson kominn aftur fremstur í 3-2 vörnina. Hann var blokkeraður hérna svolítið illa og Þröstur nýtti sér það að þruma að sinni netið. En áfram með smjörið. Við leitum aftur að því að komast í fórustu. Sissi tekið niður.
Þannig kemur þetta. Daxi setur það tilbaka á Sissa sem nær honum. Höndin líklega, já, þetta kemur höndin upp. Sissi finnur Sigþór Gunnar sem varið frá. Og Daði stelur sér bolta. Glóruleg sending hjá heimamönnum og Daði vel á verðið hérna. Daði búinn að taka 3 bolta í dag. 3 lausa bolta sem hann hefur bara tekið eða sem hann elskar að sjá þegar hann skuttla sér á þetta. Og við fáum því annað tækifæri til þess að ná forystunni á ný. Sissi kemur á þetta, gerir vel og skorar. Sigþór Árni Heimisson með sitt fyrsta mark í dag. Kunnulegi taktar, hann bara svo ótrúlega snöggur að þó við veitum kannski hvað hann ætlar að gera. Og svo erfitt að stoppa hann. Ótrúlega sterkur og snöggur, skemmtilegur leikmaður. En já, réttur 3 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Hér koma heimamenn. Heimir Örn Árnason fá 2. brottvísun. Slæmir hérna fætinum í boltan og það banna. Þannig að við erum manni færri í næstu 2 mínúturnar. Þá skipta Sissarnir. Sigþór Gunnar kemur í vörnina. Er í bakkaranum. Við förum í 5-0 vörn. Þá kemur hörku skot frá Þresti. Þröstur jafnar metinn. Sá er að koma sterkur inn. 3. markið hans. Það sem aflegs. Og staðan 10-10. Nú er spurning hvernig við leysum þetta að vera manni færri. Höldum Jóhann í markinu, við erum ekki með aukamann í sóttina. Ja, þá fer eitthvað í gang hjá okkur. Elli á Sissa, hvað gerir Sissi? Góti á Elvari. Aukast dæmtið og við þurfum að fara að gera eitthvað. Styttist í hendina líklegast. Sigþór með sendingu Elva allt opið og Elvar skorar. Fyrsta mark hans Ella í dag. Gerði virkilega vel hérna. En þá rúmlega hálf mínúta. Við fáum fullskipalið. En aftur erum við komnir yfir. Óttar með lúmskot og skorar. 11-11. Við erum vantilega að fara að bíða eftir að fá manninn inn á. Förum rólega á staði í þetta. Sýnist Kristján Gerðarsson vera líklegur til að koma inn á. Já, hér kemur hann. Fullskipalið. Þá stillum við upp. Daði kemur aftur út í hornið. Og kemur Sissi á þetta, hendur kominu upp. Sissi finnur Kristján á línunni og þetta er vítakast. Virkilega vel spila og KG sækir þetta vítið að Harfylgi. Þá er tíminn stopp og Andri Snær Stefánsson kemur inn á til að taka vítakastið. Er yfir mjög öruggur á vítarlínunni þó hann hafði aðeins klikkað í sísta leika með Akureyri. En hann bætir í fyrra núna, ég trúi ekki öðru. Hausar hann að Halldór í markinu. Og Andri Snær er að skora sitt 3. mark í dag. Það gera Þróttarar 10 sekúndur eftir þessi fyrri hálfleik. Boltinn er laus, lítið að gerast, tíminn er út og þetta er búið. Staðan 11-12 fyrir KA þegar flautar þegar hálfleiks. Búið að vera áhugaverður leikur, jafnt á öllum tölum.
en við erum búin að vera með svona yfirhöndina síðar hluta fyrirháleiks. Við skulum kíkja aðeins á hvernig fyrirháleikurinn við spilast. Hérna sjáum við tímalínuna góðu sem að Þróttararnir eru fyrir til að skora í upphafi, en síðan höldum við náum við forystunni en jafnt á öllum tölum. Sjáum við það eru einungis 2 mínútur sem er búin að koma í þennan leik, eitt á hvort lið, en við skulum fara að setja gott í bili, eða jú, kannski ennum með yfir tölfræðina okkar liði. Sjáum við þar er Áki Egisnes og Andri Snær ásamt Daða, allir með 3 mörk markaðistir. Svo er Kristján Garðarsson, Elvar Haldarsson og Sigþór Árni Heimisson með 1 mark og Heimir Örn Andersson fengið 2 mínútur. Sjáum Þróttarana, það eru Þröstur Bjarkarsson með 3 mörk, Viktor Jóhanns, Sigurbjörn Bernhard og Óttar Filip eru með 2 mörk og þá eru Ólafur Guðni og Axel Svinsson með 1 mark. En skulum setja gott í bili, sjáumst í síðari hálfleik.
Já, við erum velkomin aftur hér í Laugardalshöll, góður ánendur. Hér erum við að fylgjast með leik Þróttar og K.A. hér í grill 66-deildinni í handboltanum. K.A. leiðir 11-12, búið að vera jafnt á öllum tölum, en K.A. mun byrja sér á leikinn og það er því tækifæri til þess að ná 2 marka forskoti í fyrsta skipti í þessum leik. Skulum kannski renna aðeins yfir tölfræðina aftur, þeir sem eru að koma að nýja skjánum. Það sjáum við mark K.A. í leiknum. Áki Egilsnes sem er komið aftur í hópinn. Við markaðustum með 3 mörk ásamt við Andra Snæ Stefánsinni og Daða Jónssoni. Kristján Garðarsson, Elvar Halldórsson og Sigþór Árni Heimisson allir með 1 mark. Sjáum svo Þróttarana. Já, þeir eru þarna Þrösti Bergarsson með 3 mörk, Viktor Jóhansson 2, Sigurbjörn Berta með 2 og Óttar Filip með 2, Ólafur Guðni með 1 og Axel Sveinsson með 1. En þetta er að bresta á hérna aftur hér í höllinni. Dómarar í dag eru Bjarki Bóasson og Bóas Börkur Bóasson og þeir þetta flautaðir til síðuráleiks. K.A. kemur á stað í sóknina. Sjáum að Hreinn Hauksson er í hægra horninu núna. Áki hægri skyttu, Sigþór Árni á miðjunni, Jóhann Einarsson í skyttunni og Andri Snæ Stefánsson er í horninu. Svo er Daði Jónsson mættir á línuna. Léleg sending frá Áka og hér eru þeir að fara að refsa okkur, ekki glæsileg varpvarsla hjá Jóhann Kukubat. Sá þetta við Sævar Inga og Áki skorar. Frábært að fá Áka aftur inn í hópinn til meiðsli og staður er 11-13. Nú er spurning hvernig heimamenn bregðast við. Forystan orðin 2 mörk í fyrsta skipti í leiknum. Þröstur reynir að finna línuna, gengur ekki, en uppkast korrétt. Ólafur Guðni er mættur á línuna, tekur þetta hratt. Hreinsi, öflugur, stoppa Þröst þarna. Þröstur er nú að hugaður að þóra að sækja á Hreinsa. Þvílíkur klettur í vörninni. En áfram með þetta. Sjáuð þið Hreinsa. Hann leggur hann bara niður. Höndur er komin upp. Hvað gera þeir þá, Þróttarar? Þröstur, boltinn stendur á heimamönnum. Og þá bíður eftir að Jóhann Kukubat finni boltann. Þarna kemur hann. Og við stillum upp í sókn. Væri stórkostlan á marki hér og ná smá fjarlægð. Ég segi Þróttar að þeim að vinna sístu 3 leiki sína í deildinni og munum með sigri jafn okkur á toppnum. Við erum einmitt á toppnum eftir þennan úrskurð HSI í dag. Brotið harkalega á Áki liggur. Hvað erum við að fara að sjá hér? 2 mínútur. Sýnist Áki vera. Þröstur Bjarkarsson fær brottvísun en Áki virðist ætti að halda áfram. Fekk hérna svolítið högg en flottur færiðingurinn. Sissi upp, nei það var ekki Áki, Sissi á Áka sem fóru upp en brottið á honum. Ja, byggir nú upp svona spil hérna, opnum þessa vörn. Sissi á Áka, Áki með hörku skot og skorar hans 5. mark hér í dag. Staðurinn 11-14 og erum við að ná taki á þessum leik. Það væri óskandi en þessi Þróttararnir eru með flott lið. Hérna
Virkilega vel geta Magnúsi Över að feinta hreins upp úr skónum en skotið framhjá. Og kemur Heimir á þetta. Hvað gerir Heimir? Boltinn í hotnið Andra á Andri. Vel varið á Halldóri. Skotið vissi ekki nægilega gott til Andra en fín opnun. Fín opnun hjá okkur mönnum. Við erum að fá fín færi. Það vísir náttúrulega einu fleiri en samt að þarf að finna opnunir, að búa til opnunir þó menn sé einu fleiri. Hvað gerir Óttar? Finnur línuna og Ólafur Guðni Eiríksson skora sitt fyrsta mark í dag. Minnka muninn í 14-12. Heimir klaufið þarna og Sigurbjörn kastar sér hann að bolta. Þetta er dýrt og núna eiga Þróttarar allt í einu möguleika á að minnka muninn aftur í 1 mark og eru komið með fullskipalið. Þröstur röltir inn á þeirra markahæsti maður í dag. Kom mjög sterkur inn þegar hann kom inn á. Hann var ekki í byrjunarliðinu. Hvað gerist hérna? Magnús við áhugaverða sendingu gengur ekki. Dagsir alveg frammi nær boltanum og skorar. Dagur Gautason er kominn á blað. Jóhann Kúkaball með flotta sendingu fram og Dagsir klárar þetta sterkri snilld. Magnað að hafa eitt svona í rammanum eins og Jóhann Kúkaball sem að hann getur bara varla klikkað að senda boltan fram. Og munurinn því aftur honum 3 mörk. Andri á ekkert í Þröst þarna. Þröstur skorar 15-13. Já, 13-15 öllu heldur. Já, veit ég hvort að bróðum við verið ánað með þetta orðalag hjá mér, en áfram með þetta. Sigþór Árni stoppar hérna. Sýnist þessi vera að henda upp í kerfi hérna. Kemur Daði út, setur hann Jóa. Hvað gerir Jói? Vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera hana, en færi uppkasti. Þróttar er eitthvað að venda á skref, en það er alltaf brotið á honum, en þetta er ekki nokkuð spurning að þetta er uppkast. Og kemur Andri Snær, hann leysir inn. Áki finnur Sissi kemur sér í gegn og skorar. Sigþór Árni með sitt annað mark. Virkilega vel spila. Gerðu vel að finna opnununa. Og þá er Jóhann Kúkaball að verja. Og Andri Snær nær sér bolta og þurfum aðeins róa þetta niður held ég bara. Jóhann kom með 10 skotvarinn. Við leitum að okkar næsta marki. Það væri, eins og segi, það væri mjög sterkt að ná góða forskoti núna og ná svona góðu tæki á þessum leik. Þróttararnir eru mjög hættulegir ef þessi leikur verður jafn áfram. Já, Áki með skot sem að Halldór ver í markinu. Halldór líka búinn að vera mjög öflugur. Og þvílíkt mark. Þröstur Bjarkason með sitt 5. mark í dag. Hann minkar muninn í 14-16. Þetta ætti að vera bara hörkuleikur hér í dag. Ég segi, ég skil ekki hvernig Þröstur var ekki í byrjunarliðinu. Þvílík innkoma hjá þessum manni. En eins og ég sóttaleikurinn hefur gengið fínt hjá okkur og er bara að halda áfram. Finnum næsta mark. Andri á Áki með allt opið og þvílík ágæsla. Setur hann yfir hausinn á Halldóri í markinu. Og Áki kom með 6 mörk. Eins og við erum að gera virkilega vel í að opna þessa vörn Þróttara.
Nú þurfum við bara aðeins að loka vörðin aðeins betur. Hefur verið samt öflug aðeinsleiks að mestu leyti. En hættan klálega á honum Þresti. Hann tæpar á að missa boltan þarna. Við hættana með sér. Áfram heldur sóknin. Skot í stöngina. Áfram heldur sóknin. Lítið að gerast, engin ógnun hérna. Höndin kemur ekki upp. Klálega brot og 2 mínútur á Dag Gautason. Ítti þetta nokkuð hressilega á hann Þröst og þetta eru 2 mínútur. Ég held að það sé lítið sem ég getur sagt við þessu. Og því fá heimamenn nýja sókn. Ég var eiginlega furða með á því að höndin var ekki búin að koma upp. En wow, þetta allt opið. Þetta víti. Áki ákvað ekki að sleppa þarna. Ólafur Guðni sækir vítakasti. Og inn á röltina Viktor Jóhannsson skoraði úr víti fyrir áleik. Spurning hvað hann gerir núna. Jóhann klár í slaginn og verð þetta glæsilega. Jóhann Kukubat. Viktor tók þetta fljótt en Jóhann með öllu búinn í markinu og var þetta vel. Við komum hér í sóknina, manni færri. 14-17 staðan. Rétt rúmar 10 mínútur liðnar að síðar á leik. Komið Jóhann á þetta, sendur hann Áki. En Halldór Rúnarsson verð frá honum. Hvað gerir Þröstur með skoti yfir. Og við róum þetta niður. Enda eina í stöðunni manni færri. Þrösturinn sem búinn að eiga flottan leik en hitt ekki ramman hana. Tíu sekúndur í mannin. Þurfum að gera eitthvað. Getum ekki bara beðið. Áhuga tilraun hjá Áka. Reynir að finna Sissa, gekk ekki. Og hér koma þeir í hraðsókn. Þetta eru líklegast 2 mínútur á Áka. Reyndi hérna að grípa í Sigurbjörn meðan hann lá og já, það er lítið að segja þessu. Þrátt fyrir að fyrirliðin hafi reynda. Það er þetta, held ég, bara klára 2 mínútur. Áki fer hér út af. Þrótturinn tókst eins og var ekki að nýta sér liðspunnin áðan. Það er spurning hvort í gangi betur núna. Magnað að fylgjast með hann reynsa í miðri vörðinni á okkur. Ótrúlega hreyfanlegur og flottur. En þetta er áttast allt. Jóhann ver áfram heldur sóknin. Jóhann var þetta vel frá honum Ólafi. En Sævar Ingi vel á Varbergi, nær boltanum og skorar. Minnka munin í 2 mörk. Þá þurfum við að finna einhverja lausnir á þessari Þróttaravörn. Manni færri. Sissi kemur hún í Jóa. Hvað gerir Jói? Kemur á þetta. Bristinu á harfylgi og erum við að sjá 2 mínútur hérna. Glæsilega gert af Jóhann einu sinni og 2 mínútur. Ekki nokkur spurning, Styrmir með brot á Jóa hérna og hann fyrir samanhrokkinn í 2 mínútur.
Sjáum við Jóa hérna. Ég hef að tilfylgja að Jói sé að fara að skora hérna. Nú, já, á þetta. En brotið á honum. Áfram þess að sótt. Stýttist í höndina kannski. Stoppum við þetta. Gult spjald á bekkinn sem þýðir nýsótt fyrir okkur. Róbert Sigvardsson búinn að láta svolítið í sér heyra og uppsker hérna gult spjald. En áfram með leikinn. Stillu upp í sókn. 25 sekúndur í mannin hjá okkur. Sissi á Ella Sissa og höndi komin upp. Daði, vítakast. Vel gert hjá Sissa, kemur boltan á Daða og Daði sækir þetta vítakast af Harðfylgi. Andri Snær gerir sig kláran að fara á punktinn. Skoraði úr vítinu sinni fyrir áleik og tími stopp. Við erum komið fullskipalið. Þá mætir Haukur Jónsson í mark heimamanna. Fyrst skipti sem hann kemur inn á einanleik. Sjáum hvort að Andri kom ekki boltan fram með honum og í netið. Hér kemur Andri og hann skorar. 4. mark Andra í dag og annað á viti. Þróttara núna einu færri. Já, Haukur kemur aftur út af eftir að hafa reyndið þetta viti. Ekki gekk það hjá honum. En já, eins og segi, Þróttararnir manni færri í sókn. Þurfum að vera klárir. Heimir. Reyndi að fá rauðning hérna, gekk ekki. Fram með þetta 20 sekúndur í mannin. Finna hann á línunni. Ólafur Guðni er alltaf ekkert smá tröll þarna á línunni en fekk bara aukakast og núna eru 2 mínútur á bekkinn. Róbert Sigvardsson heldur áfram að láta heyra í sér og það eru 2 mínútur á bekkinn sem þýðir vantarlega það að KF fær boltann. Já, eins og 2 mínútur á bekkinn. Og KA með boltan. Á hérna möguleika á að komast í 4 marka forskot. Nú þegar síðari hálfleikur er að vera hálfnaður. Kemur Sissi, setur hann Áki upp, finnur Daxa. Jón Heiðar. Áki biður menn að koma sér aftur í stöður. Sissi fyrir þá á línunni, kemur aftur miðuna. Höndri komur upp, þurfum að gera eitthvað. Áki upp. Reyndi að finna Sissa, gekk ekki. Sissi var ekki klári í vörnina. Í sendingunum hætti ég. Kemur skotir og Sigurbjörn skorar. 16-18, manni færri. Og skora heimamenn. Það er ennþá rúm mínúta í að þeir fái fullskipalið. Ágætis hugsun hjá Áka þarna en Sissi var bara einfallega ekki klári að fá sendinguna þarna. En áfram með þetta Áki á Jón Heiðar á Dag. Það gerir Jón Heiðar núna drippar að þessu. Áki kemur sér í gegn og þetta er víti. 2 mínútur. Nei, bara víti, en Áki liggur eftir. En harkar að sér. Og Andri Snær á punktinn 3. sinn í dag. Það gerir Andri. Skorar að miklu öryggi. Andri kom með 5 mörk í dag. Það er á 3 vítum.
og munurinn aftur 3 mörk, 16-19, 14 mínútur eftir þessu leik. Líklegt að Þróttarar reyni að vinna mannininn. Þeir þurfa svolítið að sækja á. Vörnin ansi framalega núna. Magnús Öðar reynsi stoppar hana virkilega vel. Þá kemur Óttarinn á fullskipaliðið hjá Þrótturum. Magnús og allt galopur Magnús Öðar hérna og hann setur henni stöngin inn. Lauma sér hérna á línuna og þetta getur verið gallið við 3-2 vörnina. Þegar hún opnast þá yfir gal opnast hún eins og gerir sanna. Eins og þetta ætlar að verða bara hörku spenna út þennan leik. Áki setur hann Jóniðar og Sissi brunar á þetta. Kýður náttúrulega Jóniðar, Jóniðar upp. Skot af vörninni. Og já, heimamenn fagna þessu. Alltaf gaman að vera skot í hávörninni. Daði setur hann á boltinn hérna á Jóniðar. Hvað gerir Jóniðar? Hreinar kom sér gegn. Gengur ekki. Höndur er komin upp, Sissi með skot, með varið, nýsókn. Halldór vel á Varbergi hérna í markinu, var þetta vel. En frákastir okkar og við fáum því nýja sókn. Þurfum við að fara að opna þetta betur. Brotið á Daða en ekkert dæmt. Og hér komaður í setjafylgina Þróttararnir. Sigurbjörn kemur út af fyrir hann Óttar sem kemur á miðjuna. Sjáum hans Styrmir mættur í vinstri skeytuna aftur. Setur hann yfir á Magnús og Magnús. Óttar kemur á línuna og þetta er fáránlega vel gert af Jóhann Kukubat. Við frá Ólafi Guðna í dauða fær á línunni. Og komum við hratt á þetta. Jón Heiðar með ísetta sendingu. Það er hljóta vinkamunir þarna, já. Það var ekki annað í boði. Axel Sveinsson skorar sér 3. mark í dag. Hann er að minnka munin í 1 mark. Mér sýnist Stefán Árnason verður að taka leiklið. Fyrsta leiklið í þessum leik. Það er Káamanna. Já, við erum bara að fá nokkuð tækifæri á að breyta, stinga aðeins af í þessum leik. Ekki gengið. Bekkurinn á Þróttum fikk aftur 2 mínútur, þetta við mist af. Það eru 2 mínútur á bekkinn öðru sinni hjá Þrótturum. Já, þeir voru vist eitthvað glóruleysi með stólana sína sem að kalla vist á brottvísun. Þetta gæti verið dýrt fyrir heimamenn, voru að minnka muninni 1 mark en fá þetta brottvísun. Eins og við sjáum þá er ekki beint slegist sætin hérna hér í Laugardalshöllinni. Það eru töluvert fleiri að fylgjast með KA-TV heldur en mættir hér í Laugardalshöllina sem er gaman að segja frá. En eins og hörkuleikur. Nú erum við bara vonandi að okkar menn ná við að halda út og klára þetta. Dagur Guðarsson var ekki alveg búinn að átta sig á því að við ættum að taka miðjuna, en áfram með þetta.
En já, við erum manni fleiri. Einu marki yfir. Nú þurfum við að gera eitthvað að viti. Áki upp og skorar. Hans 7. markið í dag. Áki Egilsnes. Magnaður kappi frá Færeyjum. Hvað gera Þróttarar þá? Mark fyrir þá væri ansi mikilvægt. Magnús missir boltan og dettur hérna. Engar 2 mínútur samt þó hann hefði ekki losað boltan strax. Og hér eigum við tækifæri að vona á 3 marka forskoti. Ennþá mínúta í mannin. Kemur Daði út. Áki upp, situr hann á Sissi með skot sem er varið. Andri Snær situr hann í hausinn. Halldór Rúnarsson með 2 vörslur hérna á 17 tíma. Heldur Þrótturum ennþá vel inn í þessum leik. Andri setti boltan hérna á hausinn á Halldóri og greinilega smá sviti sem við farið að boltan við það. Það er fljótt afgreitt og við erum farið að halda áfram með þetta. Ég sé Þróttur ennþá manni færri en fara að styttast í að komi fullskipa liðið aftur. Lili stendingarna tilbaka og það er lítið að gerast í þessari sókn. Engin ógnun. Kemur Helgi Karl Guðjónsson á þetta í horninu en uppskar aukast. Aja, þá kemur Óttarinn á fullskipalið. Höndin hlýtur að fara að koma upp. Já, hún er mætt. Hvað gera þær þá? Magnús ætla sig kannski svolítið mikið þarna. Höndin er uppi. Hvað ætla þær að gera? Magnús á Óttar skýtur vantarlega, nei, já, leiktöf og Jóhann róa þetta, já, sá ætla sér svo að þruma boltanum fram á Dag en sá að sér, það hefur verið mjög erfið sending fram, en jæja. 8 mínútur eftir af þessum síðari hálfleik, eða bara af þessum leik. Hvað gerir Sissi hérna? Sissi á Dag, Dagur í gegn og Dagur skorar! Hans annað markið í dag, gerir þetta virkilega vel. Þetta markið verið mjög mikilvægt, lítið skorað í þessum leik. Staðurinn 18-21 fyrir KA. Þá er Aron Valur stoppaður á línunni. Þróttararnir verða eða bara að fá markir í þessu sótt. Átakaði leikhlé. Já, Róbert Sigvardsson tekur leikhlé. Eins og lítið skorað í þessum leik og 3 marka munur er töluvert ef þetta heldur áfram svona þessi spilamennska. Séum við kannski að renna aðeins yfir tölfræðina. Sjáum hérna KA-liðið. Áki er markaðastur með 7 mörk, frábært að fá hann aftur inn á hjá okkur. Andri Snær er næstur með 5 mörk, það er 3 úr vítum. Daði Jónsson með 3, Dagur Gauta, Sigþór Árni Heimisson báði með 2 mörk og Kristján Garðarsson og Elvar Halldórsson með 1 mark. Hjá heimamönnum þá er það Þröstur Bjarkarsson með 5 mörk, markaðastur. Sigurður Bernar með 3, þá er Viktor Jóhanns, Óttar Filip og Ólafur Guðni og Axel Sveinsson með 2 mörk og Magnús Öðer og Sævar Ingi með 1 mark. Já.
7 mínútur og 23 sekúndur eftir. Þá byrjar þetta aftur. Staðan er góð en við þekkjum það í handboltanum er þetta fljótt að fara. Það er fljótt að breytast. Það kemur Þröstur aftur inn á. Aukast dæmt þarna. Áfram heldur Þróttara. Reyna að opna hornið, gengur ekki. Óttar setur hann á Þröstur upp. Skot sem að Jóhann ver. Og Jóhann ætlar bara með í sótina. Taka hann sem að Þröstu á þetta. En bakkar núna. Man sagt aðeins nú að mann eins og sem að Þröst í markinu sem að kom bara með og spila með í sótinni. Það er svona stemning í því. Kannski ekki mikið vitt í því að gera það akkurat núna. Jæja, kemur Sissi á þetta, finnur Dagsa. Jón Heiðar brotið, áfram með þetta. Áki. Brotið, áfram með þetta. Áhugaverð tilraun hjá Jón Heiðar þarna. En Höndur er komin upp. Hefði kannski bara verið fínt að fá brotið aðeins fyrr. En Jón Heiðar setur hann á Sissa. Höndin er áfram uppi að sjálfsögðu. Þurfum að fara að gera eitthvað. Jón Heiðar á Áka. Áki fer vantarlega upp. Og hann skorar! Áki Egilsnes. 8 mörk í dag. Og munur orðið 4 mörk. 5,5 mínútur eftir þessum leik. Ég segi, fyrr í dag var úrskurða og K.A. úrskurða 10-0 sigur í Akureyrar-slagnum og við erum því með fullt úr stiga á toppi deildarinnar. Erum komin langleiðina með að halda því áfram hér í dag. Þröstur. Þröstur með hörku skoti slána á inn og Dagur Gautason er að fá brottisum. Eins og ég segi, þetta getur fljótt að breytast í handboltanum. 5 mínútur og 5 sekúndur eftir. K.A. manni færri næstu 2 mínúturnar. Þá tökum við þessa miðju. 5 mínútur eftir. Mark hér væri guldsígildi. Förum rólega af stað, enda svo sem tíminn að vinna með okkur. Og leysir Daðinn. Og boltinn dæmdur á okkur. Ruðningur dæmdur á Áka. Hvað gera Þróttarar þá? Koma á stað í sótina. Þröstur. Hætti við skotið. Jæja, Óttar með hörku skot og hann er í netinu þessi. 3. mark Óttars í dag. Og staðan skemmtilega orðin 20-22, 4 mínútur eftir. K.A. manni færri í 50 sekúndur í viðbót. Það voru dýra brottisun þarna, eða dýr brottisun öllu heldur. Hann kemur Sigþór Árni, setur hann með Jón Heiðar. Lokað á Áka, Sissi finnir Jón Heiðar, brotið Jón Heiðari. Jón Heiðar fengir eitthvað högg. ...28 sekúndur eftir á brottiðsuninni. Þá fáum við Elvar Halldórsson í skyttuna. Nú var ég til í eitt skot af gólfinu frá Elvari Halldórssoni. Eða jafnfætis. Höndin er uppi. Jæja, nú þurfum við að fara að finna opnun. Senda hann á og Elvar Halldórsson bombaði þessi drengur. Hann bara lappar í gegn. En brennir af.
Þá tíminn stopp. 3 mínútur og 2 sekúndur eftir af þessu leik. Og heimamenn geta minka munin í 1 mark. Já, hérna hér. Það leit mjög vel út fyrir stuttu síðan. En, jæja, sjáum hvað gerist. Líklegt að Þröstur Plaffissu, hann er búinn að vera heitur í dag og leiðist ekki skjóta. Hann kemur hann. Óttar, Daði út á móti Styrmi hérna. Vörðin standa vel. Jóhann Ver. Daði nær boltan. Dagsem mitt í nærboltanum og brot. Hvað gerist hér? Þetta brotið sinni á. Virkilega vel gert. Jóhann Ver boltan hérna. Dagun er frákastinu. Og brottvísun á, veit ekki, Aron Valur, jú, Aron Valur Jóhansson fær brottvísun. K.A. með fullskipalið, Þróttarar manni færri í næstu 2 mínúturnar, 2,5 eftir. Og einfaldlega ger ég kröfu á K.A. mark. Hérna fyrir þetta í gang, Áki upp, setur hann á Sissa, Sissi nær honum, setur hann á Dag og Dagur í gegn og skorar! Glæsilega gert hjá Degi Guðarsinni. Dagsi er að fara langleiðina með þetta. Geggjað mark. Og hér eru engar opnir á K.A.-vörninni. Tíminn vinnur svo sannarlega með okkar mönnum núna. Óttar setur hann á Styrmir reynir að koma á línunni, gengur ekki. Heimir, nei, dæmt lína á Reynsa. Hugsalega rétt, áfram með þetta allavega. Óttar með þessu og þvílík hávörn. Heimir sendingu fram á Dagsa og Dagsi skorar að sjálfsögðu þessu 4. marki á Degi Guðarsinni. Staðan 20-24 og við erum að landa þessum 2 stigum í hús. Við erum þá á toppi grill 66 deildarinnar með fullt úr stiga. Stórkostlegt. Við erum í rauninni að fá 3 stig í dag. Jóvan Kúkóbat heldur áfram að verja. Ég hef ábyggilega mistað einhverjum markvörslum hjá honum. Hann er samkvæmt mínum bókum með 17 skot. 45 sekúndur eftir. Nú er bara spurning hversu stór sigurum verður. Eins og frábærar fréttir fyrir K.A. fyrir leik þegar okkur var dæmdur 10-0 sigur gegn Akureyri. Og svo erum við að sigla hér 2 stigum í hús með góðum sigri á Þrótti. Höndin er komin upp. Nú skulum við klára þetta með marki. Jóhann Einarsson í gegn og hann skorar. Fyrsta markið á Jóa í dag. 20-25. Ná Þróttarar að laga stöðuna. Frábær hávörð á Jóni Sigurðssyni og þetta er búið. Þróttur 20, K.A. 25. Magnaður sigur. Þetta var alls ekki auðveldur leikur en mjög sanngjarn sigur, enga sigur. 5 marka sigur í restina en þetta er einfaldlega magnað. 10 stig af 10 mögulegum. Og já, svo sannlega 2 frábær stig í hús sem Andristar er að sigla þarna, eða syngja þarna öllu öllur. Skulum við kannski renna við tölfræðina á okkar mönnum. Áki Egilsnes markaðastur með 8 mörk. Andristar næstur með 5, þar á 3 vítum. Dagur Gunnarsson með 4, 2 gríðarlega mikilvæg undir lokin. Daði Jónsson með 3, Sigþór Árni Heimisson með 2. Þá er Kristján Garðarsson, Elvar Haldarsson og Jóhann Einarsson með 1 mark. Skulum við kíkja á heimalið Þróttararnir. Það er, skulum hafa þetta svona. Þröstur Bjarkarsson með 6 mörk. Sigurbjörn og Óttar báði með 3 mörk. Viktor, Ólafur og Axel með 2 mörk. Og þá eru Magnús Öðar, Sævar Ingi með 1 mark hver.
virkilega flottur sigur. Þá skulum við kannski rétt svo renna yfir tímalínuna okkur. Hér hún mætt, eins og sjá 11-12 í hálfleik og við sjáum að lokakaflinn klárlega okkar. Skorum síðustu 3 mörk leiksins og siglum 5 marka sigri í höfn og sjáum að Þróttararnir skora ekki síðustu 4 mínútur leiksins og þetta einfaldlega magnað. 10 stig af 10 möguleikum og við erum á toppnum og við þökkum bara einfaldlega kærlega fyrir samveldin í dag. Óskar Helgi Adolfsson á kamerunni, Stefán Jóhansson á tæknibúnaðinum og svo ég Ágúst Stefánsson að lýsa þessu. Þökkum fyrir okkur og sjáum síðar.